5. liður á dagskrá, álagning gjalda, fasteignagjöld 2022, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram liður 5 í fundargerð bæjarráðs dagsett 2. desember 2021. En þar var lögð fram tillaga, fyrirgefið, ég frá þess að langt, þetta var 4. liður fyrirgefið á sama fundi, en þar var lögð fram tillaga álagningu fasteignagjalda árinu 2022 og bæjarráð samþykkti með 5 samhljóða atkvæðum að vísa tillögu álagningu fasteignagjalda 2022 til afgreiðslu bæjarstjórnar. Í stuttu máli það bara þannig að álagningarprósentur fasteignaskatts eru óbreyttar frá fyrra ári. Við erum að tala 0,33% af fasteignamati húsa og lóða, 1,32% af opinberum fasteignum, eða og sjúkrastofnunum, skólum, heimavistu skóla, íþróttahúsum, bókasafnum og fleira. Og síðan fasteignaskatt af öðru húsnæði, þar að segja atvinnuhúsnæði og fleira, 1,63%. Þetta óbreytt milli ára. Við erum líka með þessari ákvörðun okkar að samþykkja hækkun á vatnsgjaldi sem 2,5% samkvæmt tillögu Norðurorku og hækkun á fráveitugjaldi sem 4,2% samkvæmt ákvörðun Norðurorku, auk þess sem við erum að samþykkja hækkun á sorphirðugjaldi sem ákveðið af UMSA sem 3% hækkun frá fyrra ári. Þetta lagt fram til staðfestingar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt þessa tillögu bæjarráðs. Það eru 11.